Já, hingað er komið Ævar Rafn Hafþórsson, hann skrifaði grein í Kjarnan í morgun framleiðni í byggingariðnaði og sem kom fram að framleiðni hér væri helmingilegar en í Noregi og hann fjallaði líka mikið svona að þyrfti að vera fókus á það að bæta framboðsliðina í byggingar og húsbyggingum til þess að stuðningur á eftirspurnarliðinni myndi ekki skrúfa upp verð. En það var líka með svona efasemdir það að það væri raunhæft plön sem væru í umræðinni hvað væri hægt að byggja mikið vegna þess að það vantaði einfaldlega fólk til þess að gera það. Ég biðst afsökunar Ævar að fara svona hratt yfir greinina þína og stytta svona sjóðana svona heftarlega niður. Við skulum nú færð þú tækifæri til þess að segja okkur svona frá þessu. Það fyrsta sem vakti athygli að þú vísar í ritgerð sem þú gerðir þegar þú varst að klára nám. Já. Þar sem að þú berð saman framleiðni í húsbyggingum í Íslandi og í Noregi. Já. Og við stöndum okkur ekki vel. Ég veit ekki í dag, ég varst að hafa nú batnað mikið kannski, en svona með... Og við vitum það ekki, það er nefnilega eitt af því sem að þú tókst fram í greininni, að þú fórst á fund hjá Mannvirkjastofnun og þar var verið að vitna í tölur og þeir fannst þetta vera bara sömu tölur en þú hefði notað. Nei, þeir notuðu mína tölur. Þannig að menn viti ekki nýrra eða betra heldur en þína tölur, en við tölum út frá þeim. Já, af því að hinu Norðurlöndunum þeir höfðu alveg bara árlega mælingar á framleiðni á byggingamarkaði, en svo kom bara einn punktur og það var ritgerðin mín. Og ég vill bara að við þurfum að gera þetta reglulega. Og þetta er alvarlegt mál, léleg framleiðni á byggingarstað þýðir bara allt og dýrt húsnæði. Já, aukin framleiðni myndi náttúrulega lækka húsnæðisverð og hafa mjög góð áhrif á stýrivexti. Það verður aukið framboð? Já, og aukin framleiðslu geta, hún hefur jákað áhrif, eða þannig að stýrivexti lækki frekar, heldur en að hækka. Þannig að þetta er bara mjög mikið. Já, það myndi gera þannig að aukið framboð myndi halda aftur að hækkunum, eða lækka verð, sem að myndi draga úr þörfin á að hækka vextir, eða ekki? Já, framleiðslu geta er bara betri. En segðu mér hvað hétt þetta sem varst að læra? Fjármálahagfræði. En þar áður varstu að vinna á byggingastað, þannig að þú ert ekki sérfræðingur á sunnan, þú hefur unnið á byggingastað lengi. Já, ég hef ekki unnið rúm 20 ár, vann með námi líka, og var mikið í þessum nýbyggingum. Já, og það er alltaf að spyrja, af hverju er svona léleg framleiðnin á byggingastað á Íslandi? Erum við að slugsta? Það er margt í ritgerðinni sem ég benda á, en það er náttúrulega fyrst og fremst skipulag á vinnustað. Ástæðan fyrir að ég fer að gera þessa ritgerð er það því að ég þekki innan byggingariðnaðarins að ég var að tala við stráka sem voru að koma frá Noregi og hingað heim að vinna. Og þeir voru alltaf að tala að skipulagi þar og þeir væri miklu fljótari með verkin og ég var velta fyrir mér. Er þetta satt? Er þetta satt? Eða er þetta sildir menn sem eru að... Já, þannig að ég ákvað að fara í þetta, að rannsaka þetta og ég fekk þetta er bara beint upp úr rekstrarreikningum fyrirtækja hérna. En munurinn er alveg, hann er eiginlega ótrúlegur. Já, en... Það sé helmingi lakara hér. Já, nákvæmlega. Móti er að innanhúsfrágangur í Noregi er ekki allur eins tímafrekar og vandaður eins og hérna. Kúnnin hérna heima, við viljum hafa þetta... Af hverju? Ég veit það ekki, ég þarf ekki að hafa þetta svona, Það er eitthvað... Það er kalt í Noregi og það er rok í Noregi og... Já, ég er að bara tala öll þessi fín vinna innanhús. Eins og hvað, segðu mér svo ég skilji. Til dæmis tengingu á rafmagni, fjöldi ljósa, frágangur á veggjum og bara svona mörg smáatriði sem að tínast til, sem eru kröfur, kaupanda sem ætlar að búa þarna, frekar heldur en eitthvað í byggingareglugerðum. Já, en ég bjó nú í Breiðholti þarna í Austurberginu og þar voru veggirnir bara grófpússaðir og málaðir. Ég fann ekkert fyrir því að vera eitthvað verra að búa þar, en bara einhvern kröfur Íslendinga hafa alltaf verið að íbúin þurfa að vera alveg óaðfinnanleg. Þetta náttúrulega... Það er rosa dýrt.
Það er dýrt. Sérstaklega vegna þess að á Íslandi vaxtakostnaður og verðtrygging svo há að ef þú bætir við einhverju milljón á húsið sem þú ert að kaupa eða íbúðina, þá myndur líklega borga 3,5 tilbaka. Já, þetta eru dýrar ákvarðanir. Þetta eru dýrar ákvarðanir og ég velti fyrir mér af hverju getum við ekki byggt bara þessar hagkvæmu íbúðir sem maður alltaf var að tala og ég hef skoðað þessar hagkvæmu íbúðir sem áttu að vera hagkvæmar. Þær eru bara eins og þessar venjulegu dýru íbúðir sem við byggðum Þannig að það er ekkert að vera spara neitt til. Ekki neinu sem að skipti miklu máli. Nei, dýrustu einingarnar eru náttúrulega bað og eldhús og eftir því sem að íbúðirnar verða minni, því dýrar verður fermetarinn, því að dýrustu fermetarinn deilast á færri fermetar. Nú er svolítið verið að reyna að minnka íbúðirnar bara niður öllu valdi, Það eru bara pínulitlar. Eins og minnstu íbúðirnar sem að Bjarg er að byggja. Já. Geimslan farin. Eldhús svo lítið að fólk komið með svona borðstofuskápinn í stofuna við hliðina á sjónvarpinu. Ég í svoleiðis íbúð sjálfur og mér líður bara nokkuð vel í Þú ert ánægð með þessa þróun? Litla íbúð. Ég held að vera að tala um að við ætlum að passa okkur á því að minnka íbúðnar ekki ómikið. Jú, það er alltaf að minnka íbúðir en við verum að hafa því í huga þegar við verum að minnka íbúðir þá verður fermetarinn í framleiðslu dýrari af því að við verum að deila við verum að deila dýru einingunum á færri fermetra sem er eldhúsið, baðherbergið. Eldhús, bað. Sem er að dýra. Já. Herðu, það er annað sem þú ert að skrifa Þú ert að stilla svona upp að menn hafa verið að tala þetta byggja svona mikið og svona mikið og svona mikið og þú reiknar það út hvað þarf mikið mannafla til þess að gera þetta. Já. Og svona, það má á því skilja að það bara, mannaflin er bara ekki til. Hann er ekki til. Nei. Og þá kemur að því að þú ert kennari í tekniskólanum þar sem verið að mennta iðnaðarmenn til þess að búa til þessi hús. Já. Þannig þar er flöskuháls líka. Já, þetta er löngu vitað vitað í mörg ára og hvað vantar iðnaðarmenn. Og? Hvað er þetta gert? Trúði fólk að vera hægt að sækja það bara til Póllands og Eistlands og Rúmeníu og Búlgaríu og Nei, ég held að við erum búin að reka okkur nú oft á það að það er erfitt að fá iðnaðarmenn að utan. Lega okkar er langt frá meginlandi Evrópu. Þetta er miklu, ef að launin þar eru sambærileg hér, þá fara bestu iðnaðarmennirnir og verkamennirnir til Austurríkis, Þýskalands, Sviss og þangað. Þannig að það er mjög... Þannig að við höfum ekki upp á mikið að bjóða góðum pólskum smið, hann fær bara svipuð laun í Póllandi. Eða svona þegar það er lægra verðlagar, þannig að hann getur lifað í aftkóðu lífi í Póllandi og hann getur lifað sem smiður í Íslandi. Já, svo bara eru ekki eins og við getum ekki boðið upp á mannsamandi húsnæði til að búa í meðan að þeir eiga að vera að vinna þetta. Þannig að við erum í rosalegri klemmu. Heldur þessi hugmyndum að við getum bara sótt iðnaðarmenn til annar landa hafi valdið því að svona athyglin á því að við þurfum að mennta iðnaðarmenn hafi ekki verið næg? Ég bara er ekki alveg veit ekki hvað ég segi þessu en við bara... En það vantar ekki fólk sem að vill læra að vera málari eða pípari eða smiður? Nei, það er nefnilega málari. En af hverju kemst fólk ekki að í tekniskólanum hjá þér? Það er ekki pláss. Ekki pláss? Nei, það er ekki til okkur vantar það náttúrulega bara húsnæði, kennara og það er bara, við erum að vísa frá mörg hundru nemendum á ári sem vilja komast inn í iðngarinnar. Þetta er rosalega sorglegt. Erum við kannski að mennta jafnt marga iðnaðarmenn í dag og kannski bara fyrir 30 árum? Þá svo að við höfum kannski okkur fjölgað 50%. Ég hef bara ekki skoðað það. Nei. Ég veit að kíkja á þetta. Það væri kannski góð grein næst að kíkja á þetta því að þessi segi greini, við þurfum að vera svolítið sjálfbærari á iðnaðarmenn og innanlands til þess að því að okkur fjölga línulega og þar að ekki þurfa að fjölga húsnæði línulega líka. Þetta er ekki alveg að fungera saman. Og þetta er ekki að fara að breytast. Þú ert pínlítið að halda því fram að vegna þess að það vantar fólk til þess að vinna þetta. Já. Og það vantar eins og það sem vantar á húsnæðismarkaðin er að auka framboðið. Já. En það eru
sem stoppar okkur eða okkur alltaf mannaflan, plús það er eitthvað að framleiðninni á okkur. Þannig að við gætum það fyrsta sem við gætum gert náttúrulega er að reyna að fara í átak og auka framleiðni. Það er einfaldast. Það er einfaldast. Það er stóðvirkast. Já, ég veit ekki hvað það er einfalt, því að það er rosalega erfitt held ég, þetta er langt ferli held ég að auka framleiðni mjög mikið. En við þurfum að fara að gera þetta í hægu skrefum á næstunni til þess að auka framleiðni á byggingamarkaði. Og að því að... Og hvernig gerum við það? Með menntun náttúrulega. Við þurfum að hafa góða iðnaðarmenn. Góða stjórn, góða verkstjórn. Verktaka sem að þurfa að horfa í peninginn og gæta þessu, þeir mikið græð og mikið þannig að það flæði út af kæruleysi í sóun. Það er ákveðin hætta. Já, við þurfum að hafa gott skipul og við þurfum að hafa þetta, ég sagði nögt held ég í ritgerðinni að við þyrftum bara, ég sagði að ætti að senda samtök iðnaðarins og atvinnulífsins til Noregs og horfa á hvernig gert þar. Af því að við lærum af þeim ykkurum sem er betra en við. Það er betra að fara og sjá hvernig þeir gera og þá myndum við bara yfirfæra yfir okkur. Stundum virka það ekki. Þegar þú sækir þekkingun annars staðar og þá segja menn það getur vel verið að virka svona í Noregi en við erum ekki vana að gera þetta svona. Já. Þess vegna segi þetta mun taka rosalega tíma ef þetta mun takast. Það er fræg saga þegar Bandaríkjamenn, þegar Toyota var að rísa upp, það sáu menn að þeir voru að gera eitthvað rétt og voru að skoða hvernig þeir unni í verksmiðjunum og það var það unnið í svona hópar sem unnu, bara svona sameiginlega ábyrgð. Já, Ameríku færibandið var alltaf það bara einstaklingur sem átt að sjá aftara ljósið hægra megin og eitthvað svoleiðis og þannig þegar hann nefndi ykkur vandræðum, hann var ekki til að hjálpa honum að þetta var allt í ykkur einstaklingsbónusum og það voru menn sem ákváðu það að pröfa að fara og flytja inn japansku þekkinguna sem var miklu skilvirkari, miklu betri framleiðni og fóru og voru þar í 3 ár í Japan, yfirmenn og lærðu þar og bara heill her af mönnum og fóru svo og reistu verksmiðju í Kaliforníu. Þetta var tóm vandræði vegna þess að kúltúrin sem að þeir fluttu inn passaði bara enga veginn með General Motors og þeir bara hjóðu þessa verksmiðju af sér. Þetta er verksmiðja sem að Elon Musk keypti og byrjaði að framleiða Tesla og það var bara tilbúin þessi verksmiðja til þess að fara að framleiða bíla. Svona getur þetta verið nefnilega. Ég er nefnilega bara kúltúrin, það er erfitt að yfirfara kúltúr á milli landa. En af hverju ekki að byrja á því að skoða allan og sjá hvernig þeir gera þetta. En ég held svo sem að við vitum alveg hvar við erum að gera ekki nógu góð. Heldur það? Þú ert búin að vera lengi á vinnustað og svona, ef þú ferð og mennsum til að segja þar, okkar kúltúr er ekki nógu góður. Ég er ennþá í sambandi við mína fyrir kollega í iðnaðarmannabransanum og þú veist, það er alltaf sömu raddirnar ennþá. Þeir eru að kvart undan skipulagi, þú veist, að því að þetta þarf að ganga smurt fyrir sig. Hráefni þarf að vera komið akkurat þegar það þarf á því að halda. Já, þú átt ekki að... Hinn hópur þarf að vera farin þegar við komum. Já, akkurat, og búin að þrífa. Þú veist, það eru mörg svona smáatriði sem að þarf að, þurfa að smetla til þess að framleiðni aukist. Og það þarf ekki nema einn í hlekknum til þess að eyðileggja þetta, sko. Þú veist, ég ætla nú ekki að velja einhverja stjætsu skúrska. Við segjum til dæmis, nefnum bara, hvað á ég að segja? Nefnum til dæmis ef að... Þetta eru dýr orð sem þú ert að fara að segja. Nei, ég ætla ekki, af því ég veit ekki vænt alla iðnaðarmenn. Segjum bara einhver iðnaðarmannastjætt skil ekki sínu. Þeir eru undirmannaðir. Þú veist, keðjan er bara ekki að fúnkera. Þetta er bara eins og í færibandinu í frystihúsinu, að sá sem er á flökunarvelinni á skemmira fyrir þeim sem er á róðfrættivelinni og þeim sem er á hausaranum og þeim sem er í... Já, hausaran er lélugur, þá er það flatt, svo sem er á flakningsvelinni, hann verður pirraður. Herðu, en við þurfum að laga kúltúrinn, við þurfum að laga menntun iðnaðarmanna. Eða, þú veist, við þurfum að fjölga að því að sko íslenskir iðnaðarmenn, ég veit að þeir eru vinsælir í Noregi
margir kom ekki tilbaka. Já, það segir að við erum með góða iðnaðarmenn sem funkar vel við þurfum að fleiri iðnaðarmenn. Já, við þurfum fleiri iðnaðarmenn, góða iðnaðarmenn. Og við þurfum að framleiða meira af húsnæði, af ódýru húsnæði sem að hentar fólki. Já, nákvæmlega, og bankarnir gerðu svolítið fyrst mér í brækuna með það að spá offramboði árið 2019 og fara að draga úr lánsfjármagni til byggingaverktaka, þeir hægja á og svo bara, þú veist hvað, einu ári seinna þá allt í einu komið Það er bara núna sem byrjað að auka lánin aftur. Það voru fréttir það að hækka lán til fyrirtækja og öðrum ársfjórðungi. Já, þannig að þú veist, það ekki, þú veist, við eigum ekki alltaf að treysta öllu sem bankarnir segja, sko. Við hefum bara helst, sko, að því að húsnæði sko, eiginlega mannréttindi. Það er mannréttindi. Fólk sem á ekki húsnæði, hefur ekki húsnæði yfir sig, það á ekki séns í samfélagi. Ég veit ekki Maslow þarf á píramídan. Það sko. En við byrjuðum þáttarins að vorum við að bera saman húsnæði, verða húsnæði og leigu, bæði kaup og leigu í Íslandi eða Reykjavík og í Árósum og Malmö og Turku, og þá vorum við að segja það munaði sko 20 milljónum á 75 fermetra húsnæði hér og í Turku að kaupa það. Það munaði 130 krónum að leigja það. Það er oft talað að við að taka upp finnsku leiðina í menntakerfinu, kannski að taka upp finnsku leiðina í húsnæðiskerfinu, læra þeim hvernig á að framleiða, hvernig á að lána, hvernig á að tryggja það að halda niður í húsnæðisverði. Já, það bara, við erum að sjá bara hvað gerast núna í lánin. Þú veist, fólk að fara að missa húsnæði núna. Og ef húsnæðið 20 milljón krónum á dýrt, þá þarfst þú líklega að borga sko 50 til 60 milljónir tilbaka af því fyrir að þú tekur þetta alltaf láni. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir fyrir allan almenning. Já, nákvæmlega. Það svona finnst mér að bankarnir skulda okkur stundum skýringar ef þeir hafa rangt fyrir sér. Herðu, við haldum áfram að skrifa grein. Ég kom í pöntun hvað þetta verða næst. Það var hvernig hefði verið þróun í menntun útskrifti iðnaðarmanna. Og þau séum bara að útskrifa jafnmarga í dag og við gerðum kannski fyrir 20 árum eða 30 árum. En þú mátt skrifa bara það svo vilt. Já, ég ger það, en ég svolítið forvitin, ég náttúrulega kennari í dagskólanum, ég var svolítið forvitin að vita þetta. Tala við það niður frá. Ég fylgist með.